Gleðilegt ár. Jæja, jólafríð búið og alvara lífsins tekin við að nýju. Við ætlum aðeins að tala núna markaðsdagatalið þitt, sem alveg tilværi núna svona í upphafi ársins. Hvernig lítur markaðstarfið út framundan hjá þér? Veistu hvað þú ætlar að gera? Finnst þú vera með allt á hreinu og í algjörlega góðum málum? Þetta alls ekki verri tími en hver annar til að taka stöðuna og koma svolítið skipulagi á markaðstarfið hér. Byrjaðu bara á því að punkta niður hjá þér hvaða sem þú ætlar að gera alltaf reglulega. Hvaða sem þú ætlar að gera, einu sinni tvisvar á dag, hvað ætlar að gera, einu sinni tvisvar, þrisvar í viku, á hverjum degi, hvernig sem það einu sinni tvisvar í mánuði. Hvað eru allir þessi litlu hlutir? Þetta getur verið svona hlutir eins og að posta á Facebook einu sinni tvisvar á dag, að blogga, þú ætlar að senda kannski út tölvupósta á ákveði marga aðila með reglulegu millibili aðila sem að þú telur hafið áhuga á því sem þú hefur að bjóða. Bara, hvað annað sem á við fyrir þig? Hvað ert þú að gera í þínu markaðsstarfi reglulega? Punktaðu þar niður hjá þér. Náðu þér síðan í gott dagatal, þar sem eru allir svona helstu hátíðisdagar og annað merkt inn á, og farðu vel og vandlega yfir það. Hvað framundan hjá þér næsta ári? Eru einhverjir viðburðir sem þú getur verið að nýta til markaðssetningar? Ráðstefnur, sýningar, hönnunarmars, ljósanótt, vetrarhátíðin, alls konar hlutir sem að gerast á hverju ári. Eitthvað af þessu sem að þú getur nýtt til markaðssetningar? Eitthvað af reglulegum hlutum sem að þú gerir alltaf? Útsölur á ákveðnum tímum, einhverju hluti sem þarf alltaf að sinna. Líka einhverju svona hátíðisdagar, einhverju sérstakir dagar sem að eiga sérstaklega við það sem að þú ert að gera og hægt að gera eitthvað skemmtilegt úr, bóndadagurinn, öskudagurinn, sumardagurinn 1. 17. júní, hvað sem er. Og hvað ætlar að gera í kringum þessa daga? Farðu svo í rafræna dagatalið og ef þú ert ekki með rafrænt dagatal þá legg ég til að þú bætir úr því. Ég mæli til dæmis með Google Calendar og það auðvelt að vera með það í símanum hjá sér eða út með snjallsíma og svona nýlegri síma. Og settu inn í þetta dagatal allt sem þú ætlar að gera, bæði þessar reglulegu hluti og svona viðburður og hátíðar og stærri hlutina og taktu frá tíma í dagatalinu til þess að gera þessar hluti. Sett inn áminningar fyrir verkefni. Þú þarft að taka frá tíma í markaðsmálin. Það bara algjörlega nauðsynlegt, þau skipta máli og þú verða að eiga sinn tilskilda tíma. Ef þeim ekki sinnt, þá færðu enga viðskiptavini og ef það engin viðskiptavinir þá ertu ekki mjög lengi í rekstri. Við talaðum þetta áður. Fyrir hluti sem að þurfa einhvern undirbúning, þá kannski að byrja á mánuði fyrr eða einhverjum vikum fyrr eða eitthvað. Settu áminningu tímanlega. Þannig að þú vaknar ekki allt í hennu upp, kortir í það sem það þarf að gera og þurfir að rjúka til og vera í einhverju brjálegu stressi. Komdu svolítið góður skipulega á þetta. Komdu markaðsmálunum í eitthvað svona gott kerfi sem bara rúllar. Haf þú stjórn á markaðsmálunum í staðan fyrir að þau sé að hafa stjórn á þér og þú hlaupir eins og hauslaus hæna alltaf á síðustu stundin með allt. Og mundu það sem að J. Conrad Levinson, sem svona faðir skærulega markaðssetningarinnar, sagði. Hann sagði að það miklu betra að vera að gera svona bara allt í lagi hluti í markaðsaðgerðinni. Ekkert brjálæðislega flotta en að gera það alltaf jafnt og þétt og í samræmi heldur en að vera með flugeldasýningu af og til. Það ekki eins árangursríkt. Hlakka til að vera með þér nýja ári. Við til að ræða margt skemmtilegt saman. Endilega ekki hika þið að senda mér skilaboð ef þið hefur spurningar eða eitthvað sem að þið langar að fá að vita meira og vilt að ég fjalli og við sjáumst í næstu viku.